Yara tryggir gæði tilbúins áburðar. Hver framleiðslueining hefur sömu gæði og hinn næsta, poki eftir poka, ár frá ári. Allar framleiðsluvörur Yara eru sannreyndar með efnagreiningum á hráefnum og vörunni sjálfri. Bændur geta treyst því að það sem í hverjum poka af áburði frá Yara gæðavottað. Yara Míla vörumerkið sem notað til að auðvelda notendum að þekkja hina einstöku gæðavöru sem samansett af megin næringarefnunum köfnunarefni, fosfór, kali og þegar þörf á brennisteini, magnesíum, auk annarra stein- og snefilefna. Öll þessi efni eru greinilega auðkennd á pokunum og hlutfall hvers og eins tilgreint í hreinum efnum. Allar áburðartegundir Yara Míla eru framleiddar á vistvænan hátt með tilliti til þess að lágmarka magn gróðurhúsalofttegunda. Yara hefur meðal annars þróað sína eigin aðferð til að lágmarka köfnunarefni sýring við framleiðsluna. Með þessari aðferð hefur Yara dregið úr magni gróðurhúsalofttegunda 90% frá því sem áður var og markmiðið að gera enn betur á næstu árum. Þessi tækni auk ýmissa mælitækja til nota við sjálfa áburðardreifinguna og niðurstöður úr viðamiklum rannsóknum Yara á áburðarnýtingu hefur leitt til þess að framleiðsluaðferð Yara á köfnunarefni í formi nítrats getur leitt til alltaf 50% minni losunar á kolefni en hjá öðrum áburðarframleiðendum. Flestar áburðartegundir Yara eru framleiddar sem einkorna áburður. Það þýðir að hvert og eitt áburðarkorn einsleitt og öll kornin eru með sömu efnasamsetningu. Þessi framleiðsluaðferð tryggir nákvæma og jafna dreifingu áburðarefna við notkun. Þegar áburður fjölkorna, þá hefur hvert áburðarkorn einungis eitt megin næringarefni sem gerir að áburðarkornin verða misþung og misstór. Þetta orsakar að dreifing áburðarefna verður ójöfn vegna mismunandi þunga og rúmmáls áburðarkornanna. Aðskilnaður áburðarkorna í fjölkorna áburði getur gerst við blöndun áburðarins í poka, við flutning áburðarins og við aðra meðhöndlun, auk þess við áburðardreifinguna sjálfa. Afleiðingar þessa geta leitt til mjög mismunandi dreifigæða og akra og tún sem þýðir fjárhagslegt tjón sem birtist í minni uppskeru og lakari gæðum uppskerunar. Með notkun einkorna áburðar getur ekki orðið ofangreindur aðskilnaður næringarefna og tryggð jöfn dreifing allra næringarefna. Staðalfrávik mælistærð sem notuð til að meta dreifieiginleika áburðar. Því lægra staðalfrávik, því jafnari dreifing. Mikilvægt að stilla áburðardreifara rétt með hliðsjón af mismunandi áburðartegundum, þar sem tegundir hafa mismunandi eðliseiginleika sem geta haft áhrif á dreifigæði. Mjög erfitt að stilla áburðardreifara með tilliti til dreifigæða þegar áburðarkornin eru misstór og missþung, eins og gerist í fjölkorna áburði. Stærri korn og þyngri dreifast lengra frá dreifara en þau léttari. Þegar slíkt gerist, þá verður enn meiri aðskilnaður áburðarefna við dreifinguna og hún verður ójafnari en ef öll áburðarkorn eru einkorna og jöfna stærð. Þetta hefur þar afleiðingar að spretta verður misjöfn á ökrum og túnum, uppskera minni og minna fæst út úr þeim kostnaði sem lagt var í við áburðarkaupin. Stilla þarf áburðardreifara reglulega og prófa dreifigæðin árlega, ekki síst vegna mismunandi eiginleika einkorna og fjölkorna áburðar. Kaup á Yara Míla áburði tryggja jafna dreifingu áburðarins og jafna dreifingu næringarefna á tún og akra þar sem einkorna áburð að ræða. Samanburður á einkorna Yara Míla áburði og fjölkorna áburði sýnir mjög vel hvernig jöfn dreifing einkorna áburðarins kemur fram í betri dreifieiginleikum og hámarkar þannig nýtingu áburðar fyrir plönturnar á hverjum akri eða túni. Rannsóknir Yara fyrirtækisins hafa leitt í ljós að þykkt áburðarpoka skiptir máli með tilliti til geymslueiginleika áburðarins. Áburðarpokar þurfa að vera að lágmarki 85 míkrón að þykkt til að koma í veg fyrir mögulegt rof á pokunum. Ef þetta ekki tryggt ávallt hætta á að vatn síist inn í pokana og valdi kekkjamyndun sem aftur veldur erfiðleikum við dreifingu. Ef áburðarpokar ekki gæðaprófaðir kemur það niður á áburðargæðunum, meðal annars með því að hætta á aðskilnaði áburðarkorna og á aukinni rykmyndun og lakari nýtingu áburðar. Styrkur kornanna minnkar og aukin rykmyndun getur einnig leitt til ertingar á húð þegar unnið við dreifingu. Allt veldur þetta því að eiginleikar áburðarins verða aðrir og lakari heildarnýting. Í áranna rás hefur Yara gert fjölmargar rannsóknir á mismunandi áburðartegundum
og gæðum áburðar frá samkeppnisaðilum í Bretlandi. Annars vegar einkorna áburði og hins vegar fjölkorna áburði. Í ljós hefur komið að í 39% tilvika hafa upplýsingar efnainnihald ekki staðist samkvæmt því sem sagt var á merkingum pókana. Í 82% tilvika var þykkt áburðarpoka frá samkeppnisaðilum Yara ekki í samræmi við gæðakröfur Yara. Í 38% tilvika hefur innihald áburðarpokana hjá samkeppnisaðilum ekki verið í samræmi við uppgefna þyngd frá framleiðanda. Yara áburður einkorna áburður sem þýðir að öll nauðsynleg næringarefni eru í sérhverju áburðarkorni, sem gerir að dreifing áburðarins verður jöfn og engin hætta á ójafnri dreifingu þar sem hvert korn inniheldur öll megin næringarefni sem plöntur þurfa til vaxtar. Jafnframt áburðurinn auðleysanlegur og nýtist því mjög vel. Notkun á Yara áburði tryggir einnig að umbúðir áburðarins, pokarnir, eru gæðaprófaðir. Með notkun á Yara áburði tryggt að gæðin séu í fyrirrúmi. Samfella í öllu framleiðsluferlinu og losun gróðurhúsalofttegunda við vinnslu áburðarins í lágmarki. Veldu Yara Míla áburð til að tryggja örugga og jafna sprettu. Með kaupum á Yara færðu mest fyrir peningana sem þú leggur í áburðarkaup sem leiðir til hagkvæmari framleiðslu.